Sættir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Að þessu sinni ég staddur í Neskaupstað, komin hérna niður á bryggju og þetta stóra glæsilega skip sem við sjáum fyrir aftan mig Börkur NK 122. Hann kom hingað í febrúar, nú keyptur frá Noregi, en þetta nánast nýtt skip, ekki nema ársgamalt. Nú borð hægt að koma það bil 2500 tonnum af, hvort sem það loðna, síld, kolmunni eða eitthvað annað. Og það fer vel mannskapinn borð eins og við sjáum á þessum myndum. Það allt glæsilegt borð í þessu skipi. Nú, ég hitti framkvæmdastjóra síldarvinnslunnar og spurði hvernig hefur skipið reynst. Það bara reynst mjög vel og ég held að það fari mjög vel með mannskapinn og það gekk bara vel að veiða það. Þannig að skipið reynst vel. Góð kæling í því og við erum ánægðir með skipið. Það svona helsta keppikeflið í dag að reyna að hafa skip sem eru með góða kælingu þannig að hægt sé að nota uppsjávarfiskinn og vinnan til manneldis? Já, við erum höfum verið endurinn í uppsjávarskipin á síðustu árum og það er náttúrulega fyrst og fremst að auka kælingu, kæligetu þessara skipa og ekki síður vera náttúrulega allur aðbúnaður starfsmanna að skána og allt annar en var. Við erum náttúrulega hérna borið skipi sem mjög stórt og ég held að fari mjög vel mannskapinn og menn ekkert að vinna neitt, fá mikið að gusum yfir sig þegar þeir eru ekki að vinna. Þannig ég held að aðbúnaður sé allur þeim besti. Þetta ekki eitt, getum við ekki sagt að þetta sé eitt jafnvel fullkomnasta skip flotans í uppsjávarveiðum? Það náttúrulega bara sem betur fer, þá hefur uppsjávarflotinn verið að endurnýja sig á síðustu árum og við erum að fá inn fleiri ný skip, þannig að þetta eitt af þeim best búnum myndi ég nú halda, en sem betur fer það var að koma fleiri ný skip til landsins. Í síðasta mánuði var stjórnendum síldarvinnslunnar afhent MSC vottunarskírteini fyrir síldveiðar bæði úr norsk-íslenska stofninum og úr íslenska sumargotsstofninum. Þessi vottun felur í sér viðurkenning á því að veiðar skipafyrirtækisins séu stundaðar með sjálfbærum og ábyrgum hætti. Þar með hafa bæði síldveiðar og síldarvinnsla síldarvinnslunnar hlotið MSC vottun. Þetta mjög mikilvægt, styrkir markaðsstöðu síldarvinnslunnar verulega því neytendur gera vaxandi kröfur rekjanleika þeirra matvöru sem þeir kaupa. Já, við vorum að fá MSC-vottun á síldarstofnana sem við vorum að veiða og vinna og þetta gefur okkur tækifæri inn á fleiri markaði. Það auðvitað þessi krafa víða út í Evrópu, vaxandi krafa slíkar vottanir. Þar sem við erum náttúrulega að horfa á það að fólk fer bara út í búði út í Evrópu sem hefur ekkert vita á fiskveiðum eða fiskvinnslu en vill bara sjá að varan sem það er að kaupa sé veidd og unnin með sjálfbærum hætti þegar það er að kaupa fisk. Þannig að þessi umhverfisvottun opnar klárlega töluvert dyrum fyrir okkur inn á stærri markaði. Hvernig ganga sölumál? Næg spurn eftir öllu því sem þið eruð að veiða? Markar hafa verið góðir bara fyrir uppsjávarfisk á síðustu árum og ég held að sé ágætis útlit núna. Auðvitað alltaf ákveðin óvissa þegar þú ert að fara af stað inn í nýjan vertíð, hvernig stærðin af fisknum verður og ástandið af fisknum. Og auðvitað okkar helstu markaðir í Austur-Evrópu og það náttúrulega verið ákveðin óróleiki þar í Úkraínu og Rússlandi, þannig að það auðvitað bara þessi óvissa sem fylgir starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja. Á undanförnum vikum hefur verið unnið að kappi við að undirbúa skip og vinnslur fyrir makrílvertíðina. Meðal annars var byggð ný 1000 fermetra pökkunarstöð við fiskiðjuverið, þar með eykst afkastagetan sem eykur möguleika á að framleiða betri og ferskari fisk til manneldis. Á laugardaginn kom Beitir síðan með fyrsta farminn að landi. Og við vorum að byggja eins við frystihúsi, vorum að byggja 1000 fermetra, við vorum að stækka þar 1000 fermetra húsnæði hjá okkur og bæta við í pökkunarlínum og betrumbæta og auka þar afköst. Og það verið að vinna í að gera skipin klár fyrir vertíð og við skulum vona að við fáum bara vertíð núna sem stendur fram undir jól. Og það ekki svo lóna við eftir jól, en auðvitað alltaf ákveðin óvissa í þessu en þetta erum að plana. Útgerð lotterí. Já, þetta alltaf sýnd við en ekki gefin. Það náttúrulega þannig að við vonum bara makrilli mæti í veiðanlegu magni á
ekki of langt í burtu frá okkur, þannig að það verið þægilegt að sækja hann og hann verið réttum gæðum, þannig að við getum unnið hann. Síldarvinnslan í Neskaupstað skilaði 5,6 milljarða króna hagnaði á síðasta ári eftir skatta og önnur opinber gjöld. Greiddur tekjuskattur var 1350 milljónir króna, veiðileyfagjöld 940 milljónir króna og önnur opinber gjöld 520 milljónir króna. Reksturinn er búinn að ganga vel á síðustu árum. Það er engin launung á því að við erum búin að horfa á góð verð og sterka kvóta. Það er svona, ég held við náum ekkert að toppa síðustu ár á næstunni. Þetta var 2012 var mjög gott ár, 2013 gekk vel. Það má segja kannski að 2014 hafi ekki byrjað mjög vel, loðnuvertíðin var lítil og erfið. Og það er svona minnkandi kvótar eins og í síldinni, norsk-íslensku sérstaklega. En við erum svona þokkalega bjartsýn. Við getum ekki alltaf verið auðvitað reikna með svona mikill afkomu en eða sem það gangi allt upp. Gunnþór segir mikilvægt að ná fram hagnaði þannig að hægt sé að viðhalda skipum og vinnslum í landi. Af og til vaknar þó upp neikvæð umræða þegar fréttir berast af hagnaði sjávarútvegsfyrirtækja. Það er eins og verðmætasköpun og hagnaður flokkist undir synd á Íslandi. Þetta hlýtur að vera svolítið pirrandi fyrir stjórnendur í sjávarútvegi. Það séðast alveg eins vera að auðvitað er búið að vera mjög þung umræða íslenska fiskveiðistjórnarkerfið á síðustu árum og það eru auðvitað þungar raddir í þjóðfélaginu sem sjá ofsjón við því ef að vel gengur í sjávarútvegi eins og það sé eina greinin á Íslandi sem ekki með að ganga vel í að þá eigi að þjóðnýta og það sé hálfgerð skömm að því að gera vel úr þessari auðlind. Þannig að vissulega er þessi umræða pirrandi en við látum hann ekki plaga okkur mjög mikið. Við verðum að halda áfram að reyna að gera bara það sem best úr þeim heimildum sem við höfum aðgang að. Ég held að það sé best bæði fyrir, það besta sem þjóðin getur fengið út úr sinni fiskveiðiauðlind er að fyrirtæki sem er að nýta hana hagnist. Þannig verða margvíslisáhrifin af fiskunum okkar mest og hann skilar okkur mestu. Standandi hér í þessu stóra og glæsilega flaggskipi ykkar flota er ekki ástæða til bjartsýni? Jú, við erum alltaf bjartsýn. Alltaf gaman að byrja nýja vertíð og það var að segja stallum við sér. Þessi dauðumánuðir eru erfiðir í svona fyrirtæki eins og okkar. Alltaf leiðilegt að hafa ekki flæðandi fisk á vinnslulínunum og skipin á sjó. En auðvitað það líka að taka stund á milli stríða og hugað búnaði og lagfæra búnað. Þannig að við erum bara mjög spennt að byrja nýja vertíð núna. Jæja, þá er ég komin inn í Hildibrand hótel hérna í Neskaupstað en þeir sem hafa gott minni og hafa fylgst með þáttunum mínum á N4 þeir muna kannski eftir því að í vor kom ég í heimsókn hérna á þennan stað og þá var hér allt á rúi og stúi. Það hafi verið svona að ljúka við að gera allt klárt, átt að fara að opna veitingastaðinn og opna hótelið. Hérna nú til dæmis merki liðinn tíma. Hérna var verslun kaupfélagsins á sínum tíma. Þetta er peningakassi. Og við sjáum að þetta er talandi dæmi gamla tíman. Það næri ekki nema 999 krónum og 99 aurum. Þetta er ekki samræmið við verðlagið á Íslandi í dag, þannig að það er ekki hægt að nota þennan kassa hér á veitingastaðnum sem er líka kenndur við kaupfélagið og hérna er barinn sem er líka kenndur við kaupfélagið. En ég er búinn að finna þann sem stendur á bakvið þennan rekstur. Sæll og blessaður. Velkomin eftir. Nú er allt tilbúið. Já, svona við skulum segja nokkuð veginn allt tilbúið. Ég held að í svona stóru húsi þá það sem byrjar á fyrst lítur okkur á tíma þar að koma hringinn. Nú þið kennir staðum við kaupfélagið. Þetta er kaupfélagsbarinn sem við erum á. Það er samheiti yfir vínveitingarnar hérna og matarveitingarnar. Hvernig hefur þessum stað verið tekið? Alveg bara fram úr björtustu vonum. Eða mikið meira en við gerum ráð fyrir. Við bara endalaust að bæta við starfsfólk í eldhús og sal og bara alveg ótrúlega viðtökur, enda eitthvað góður matur spyrst hratt. Er það þá ferðafólk eða? Já, töluvert auðvitað ferðafólk og önnur hótel og slíkt í kringum okkur vísa mikið á okkur sem er bara frábært
og svo náttúrulega stór hluti náttúrulega sko brottfluttir Norðfirðingar að koma heim og fólk sem á rætur sína heim. Já. Og svo það heimamarkaðurinn, hann svo glaður með hennar stað og duglegur að nýta hann. Og eiginlega svona skemmtilegt að fyrst þegar við opnuðum, við fengum nokkru sinnum svona pröfukeislu og áttum mikið af veislum sem við gátum tekið. Svo fyrstu opnunarhelgin okkar, það byggust alveg við að kemur sko 300-400 manns, allir fyrst að pröfa og allt var í havari og enginn fikk þessi rétt að fá. En það bara byrjaði alveg ótrúlega rólega, sem við töldum væri sko góðs merki. Því að fólk hefur verið að koma sko hægt og rólega svona með eigin forsendum og að frétta hvað þetta sé góður matur og bara má eiginlega segja sko hver dagur verður, hann eiginlega stærri heldur en dagurinn undan. Þið hafið líka hráefnið, ferskan fisk sem kemur hér að bryggju á hverjum degi. Ég sá að Bjartur var að sigla inn og það var að hringja í mig flakarinn okkar. Það var fylgis með skipakomum, hvort það fengi að mæta eftir að flaka. Og þetta mynd að nýta þér krafta í fólki sem kannski hætt á vinnumarkaði eða var hætt. Já, við bara alveg óhyggað. Við viljum alveg endilega að það eru allir nýtanlegir til góðra verka og þetta eiginlega með besta starfsfólkinu okkar. Það þeir sem eru komnir af vinnumarkaði og koma svona aftur inn í hlutastörf. Alveg ótrúlega samviskusamt fólk og það svo þakklátt fyrir að fá einhverja vinnu og bara, þetta er það besta sem við getum fengið. Við erum með restaurantinn í gangi og barinn og kannski erum að þjóna ákveðnum hóp sem ekki hefur verið þjónað hingað til. Ég hef fundið í gegnum árin að það er fullt af fólki sem eru grænmetisætur, vilja bara fisk og það er fullt af útlendingum að koma. Þessu hefur ekki verið þjónað hingað til. En við erum mjög, svo ég sletti við erum mjög pikki á hvað við kaupum kjöt. Og við erum annarlega fyrir góða lambaborgara sem eru eins og austfiskur og hægtir. Það er heimabakað byggbrauð og það er grænmeti frá Vallanesi og það er eiginlega bara að ég fara að þeyta sjálfur maí og þá er þetta orðið alveg 100%. Það verður að vera hænur hérna austan líka. Þetta er tengt þér á margvíslegan hátt. Svo ég sagði áðan, var kaupfélagið hérna til húsa og var hérna með sína verslun og skrifstofur uppi. Og það var afiðinn ekki rétt sem var kaupfélagsstjóri og þaðan kemur nafnið Hildibrand. Hann var langafi mín. Langafi? Það var hans pappa. Og jú, hann var kaupfélagsstjóri hér og hann stóð fyrir reist þessa hús 1948 og hann var hérna alveg til byrjun 9. áratugarins, rétt eftir 80 sem hann hætti hérna og þá hafði hann verið kaupfélagsstjóri eiginlega bara alla sína tíð, bjó hérna upp á lofti og flutti aftur í sveitina sitt síðasta ár og jú, þetta stendur okkur mjög nærri og ég held að það hafi nú eiginlega allir í fjölskyldunni unnið hjá kaupfélaginu. Einhvern tíma? Já, pappi var í mjólkurstöðinni og þegar hann var á mínum aldri þá var hann eitt ár, þegar ég var nýfæddur, þá var hann verslunarstjóri á þessari hæð sem við erum á og svona það var allir einhvers staðar verið, amma skúraði sláturhúsið og það var allir komið að og það bændurlega framleiddu matinn í þetta og við náttúrulega erum bændafjölskylda. Línumenn eru þeir almennt kallaðir sem leggja raforkulínur vítt og breitt landið þannig að raforka komist helst inn á hvert heimili alla daga ársins. Og þessi menn þurfa líka að halda þessum línum við. Fyrir vikið þarf í þetta starf hraustmenni sem eru tilbúnir í slaginn hvenær sem er og hvernig svo sem veðrið er. Í síðustu viku stóðu línumenn Rarik í Ströngu við að koma rafmagni í Dalatangavita. Raflínan Dalaskarð frá Seyðisfirði í Vitann brotnaði niður í vetur og fór svo illa að ekki var viðlit að ráðast í viðgerð fyrr en nú. Við erum að gera hérna við línu sem liggur hérna úr Seyðisfirði yfir á Dalatanga sem brotnaði niður í janúar og við erum að fara að endurbyggja línuna, lagana. Og það er í sjálfu sér ekki fært neinn tækjum þarna upp á háskarðið, þannig að við þurfum að nota þyrlu til verksins. Á hverju ári leggur Rarik 200 km af línum í jörðu
Nú þá hafa þeir staðir forgang þar sem ísingarhættan mest. Samt sem áður var síðasti vetur línumönnum erfiður, sennilega vegna þess að veðurfar hefur tekið breytingum á undanförnum árum. Allavega síðasti vetur var svona mjög óvenjulegur að því lítum til að hérna niður í byggð þá var janúar, febrúar og mars, þá var meira og minna rigning og hlýindi sem þýðir úrkoma hérna eða snjór upp á fjallinu, alltaf mikið snjór og hérna lágt hitastig sem að þýðir að þessi ísingamörk, eða það sem línurnar ísast ofar í landinu. Sennilega mestu ísingu sem við séð var núna í vetur, það var 50 cm þvermál á ísingu sem var hérna, eins út á Mjóafjarðarfjalli. Þannig að það einhver breyting í veðurfarinu allavega. Það gekk illa að koma sér upp, það var endalaust ótíð og ég fer maður ekki nema í Skyggni. Það var eiginlega ótíð alveg hreint stanslaust í 4 vikur. Svo komumst við hérna upp og blasti þetta við. Það fór hérna Mjóafjarðarlína líka sem hafði ekki farið og svo náttúrulega línur hjá Landsnet á Vopnafjarðarfjalli og Eskifjarðarheiði og svo eitthvað sem nefnt. Svo hefur þetta verið að smá að stríða okkur alveg frá upphafi en hangið þar til í vetur á rundi þetta. Dalatangalína liggur snarbratt fjalllendi sem mjög erfitt yfirferðar. Þegar línan var lögð í upphafi var ekki önnur tækni til staðar en handaflið og hugvit til að nýta tókkraftin við aðflutninga og þetta hafist. Þetta sennilega það erfiðast sem við erum með. Erfitt að komast inn upp. Þegar þetta var byggt á sínu tíma var búin til kláfur hér upp til þess að koma efninu og þetta allt handunnið hér uppi. Og ekki hægt að komast á tækjunum með bestu skilyrði. Það hefur einstaka sinnum verið gert. Á sín tíma þegar þessi lína var byggð þá var það gert mest með höndum og notaði kláfur þarna til þess að koma efninu upp á skarðið og hérna en þá vorum við líka með töluvert fleiri menn og mennirnir kannski sumir eru þeir sömu, orðnir aðeins eldri. Börkur Stefánsson hefur verið línumaður frá 1976 og þekkir því gömlu vinnubröðin. Hann farið að slá í okkur, við erum ekki kunnum þetta aðeins en við björgum okkur allavega. En nú öldin önnur en var þegar þessi lína var byggð í upphafi því nú var þyrlan notuð til að koma efninu á staðinn. Já, það færist í aukana að menn eru svona að opna augum fyrir því hvað hægt að gera með þyrlum. Og við erum töluvert mikið í svona hímingum, bæði í snjóflóðavarnarverkefnum hér á Austurlandi, vorum á Neskaupstað fyrir 2 árum og svo núna á Siglufirði. En þetta svona í fyrsta skipti sem við förum í svona línuvinnu á Íslandi. Þetta alls sjálfsögðu ekki hættulaust og menn þurfa að flýta sér varlega í þessu þó að menn vilji vera snöggir að hlutunum líka sko. En það ekkert gefið afsláttur af örygginu og allur búnaður þarf að vera viðurkenndur og vottaður og við erum með það hjá okkur farið yfir alla línu og þetta hverju ári skoðað og vottað. Hún getur híft svona mest upp undir 1200 kg og hún sjálf 1300 kg. Svo erum við með aðra þyrlu líka sem lyftir örlítið meira og hún farin að lyfta eigin þyngd við bestu skilyrði. Við erum að taka yfirleitt svona í kringum tonnið svona þyngst og getum farið aðeins upp fyrir það. En oftast þetta svona 800 kg til 1 tonn sem við erum að hífa. Það töluverð áskorun að fljúga þyrlu bara svona yfir höfuð en svo bætist við alveg nýr vinkill þegar þú ert farin að fljúga með stykki sem eru jafn þung og þyrlan neðan í þyrlunni. Það var mikil munur að fá þetta upp með þyrlu, það náttúrulega alveg snilldar verkfæri í þetta og léttir mikið á okkur hérna. Í dag nú stefna Rarik að koma öllu sínu kerfi niður í jörð og en það er nú frekar erfitt að leggja strenglögn
þarna yfir fjallið. Það er bara einn notandi þarna á Dalatanga og við erum alltaf skildir til að sjá hann fyrir rafmagni. Það er dísilvél á staðnum og hérna hefur verið keyrt á dísil og það hefur ekki verið hægt að fara í þetta fyrr út af bara aðstæðum upp á fjallinu. Einn mesti héraðshöfðingi Austurlands, Vilhjálmur Hjálmarsson bóndi og fyrrum alþingismaður og ráðherra, lést í gær á heimili sínu í Brekku í Mjóafirði. Þar var hann í áratugi bóndi, fyrst með föður sínum, síðar með syni og tengdadóttur. Hann var fyrst kosinn á Alþingi árið 1949 og árin 1974 til 1978 var hann menntamálaráðherra. Eftir að þingmennsku lauk tók Vilhjálmur í Brekku til við að skrifa bækur sem margar hverjar eru bráð skemmtilegar og fræðandi enda aldrei langt í húmorinn hjá Vilhjálmi. Síðasta bókin sem fjallar örnefni í Mjóafirði kemur út 20. september næstkomandi en þá hefði Vilhjálmur orðið 100 ára. Það var gaman að heimsækja Vilhjálm á heimili hans í Brekku. Það svo margt að minnast á frá morgni æsku ljósum vorið ló við barnsins brá og bjó sig skart af rósum. Við ættum geta eina nátt varðanda látið dreyma dalinn ljúf í austurátt þar átti mamma heima. Já, ég er 97, ég vantar nokkra vikur upp á 98. Árin sko, það er dálítið. Hvað eru bækurnar orðnar margar? Ég trúi að þær séu 22 frekar en 23. En það er meira blóð í kúnni. Ég hef núna til reiðu 3 handrit. Eða einu reyndar held ég komin úr prentsmiðju. En 2 handrit eru til. Þá held ég hætti nú þessu og var mál til. Þú ert búin að tryggja það að verður bók eftir þig einu sinni ári fram að 100 ára aldur? Já, ég er eiginlega búin að tryggja það. Ég byrjaði ekki að skrifa þessar bækur fyrir ég var orðinn löggill gamall mennesko 67 ára. En þú ert hress og heilsan er tiltölulega góð? Já, heilsan er bara þannig að ég sko ekki staðið gengið og gerir nú svona hvort að gera eitt svona innan hús sko. En öðru leyti er heilsan bara ágætt. Nema þetta og þessu veldur meðal annars að ég fengið eitthvað slæmt í baki. Hrundir í manni hryggjarliði eins og ég segja læknandi sko. Og það er eiginlega einkennilegt að hafa lifað þessa þróun í einni byggð að sjá bara alla byggðina eyðast bara allt í kringum fjörðin. Nema þessar 2 punkta, annan sem tengist við þannig á Dalatanga og hinn sem tengist þessari þorpsmyndun hér sem okkur hefur verið Brekkuþorp hérna í landareigni Brekku. En það er nefnilega einkennilegt út af pólitíkinu og sambandi mínu við hana. Að það er eins og hún sé rokin öll út í veður og vind. Við þessa upplifun hef ég bara enga tilnýjung og enga möguleika til þess að tala eitthvað pólitík. En þú kýrst nú samt Framsóknarflokkinn enn? Já, ég ekki vant að það maður hefur nú áhuga fyrir þessu undir niður svona þegar kemur að kosningum og kýsinn flokk. Ég hef nú aldrei áttað mig á þessu þegar við þurfum að skipta flokka út af einhverju einstökum máli sko. Í fyrrasumar hitti ég Vilhjálm við Dalatangavita þegar þokulúðurinn þar var látinn blása eftir viðgerð en þá hafði hann þagað til margra ára. Kannaðistu við ljóðin? Já, ég var nú skelfingu lostin fyrst því að hann var svo hás og rámur þarna.
Dalatangabóli eða Grundarbóli sem við sögðum í gamla daga, því þá hér Dalatangi bílið hér þá Grund og hafði heitið það í 100 ár. Já, ég gladdist mjög þegar hljóðið var orðið eðlilegt í seinustu 3 mánuðum. En ég bara við ágæta heilsu nema hér á bakið, það frekar lélegt svona. En þú ert hress og kátur og sáttur við lífið og tilveruna? Já, ég get ekki annað náttúrulega, þetta hefur, og mér þetta bara oft í hug vísan sko. Gegnum lífið léttan og vanda liðugt smóan, nennti síðast ekki að anda og þá dóa. Ég held að þetta bara við mig. Blessuð sé minning Vilhjálms í Brekku. En þá voru þetta ekki lengra hjá okkur í dag. Við hittumst hér aftur að viku liðinni á sama tíma. Bless á meðan.